förum í 7. dagskrárlið sem styrk. Afsakið, mér ljáðist að bera það upp að Kjartan Magnússon taki varamannssæti Þorbjargar Helgu Vigfúsdóttur í stjórn Faxaflóahafna. Þeir sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst því samþykkt samhljóma fyrir ekki, ég glemdi því. Og þá förum við í 7. dagskrárlið sem styrkbeiðni Samhjálpar, samanber 8. dagskrárlið fundargerðir borgarráðs frá því að 30. maí. Bætist eitt við, Kjartan færist upp, Þorbjörg og svo kemur Gísli Marteinn sem þá annar varamaður í borgarráði. Ég byrst afsökunar á þessu, við förum aftur og endurtökum eða förum yfir kosningu fulltrúa varamanns í borgarráði, ekki satt? Og þá lagt til að Gísli Marteinn Baldursson taki varamannssæti Kjartans Magnússonar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst því samþykkt. Þá fer þetta allt að skýrast og við göngum að 7. dagskrárlið sem styrkbeiðni Samhjálpar, samanber 8. lið, fundargerðir borgarráðs frá því 30. maí og þá tökur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það nú hefð fyrir því að fulltrúar meirihlutans kynni mál sem koma hérna úr borgarráði ef það tillaga frá þeim, en gott og vel. Ég geng þá bara í umræðu málið eins og fólk viti hvað ræðir. En hér stendur svo til að samþykkja mál úr borgarráði, tillögur borgarráði 10 milljóna króna styrk til Samhjálpar. Og ástæðan fyrir að þetta kemur hér inn í borgarstjórn er svo að sú sem hér stendur greiddi atkvæði gegn málinu. Ástæðan fyrir þessari styrkveitingu er tiltölulega óljós. Í umsókn samtakanna er fjallað ófyrirséð útgjöld, endurbætur á húsnæði og þungan rekstur kaffistofu og gistiskýlis. Það kemur ekkert fram það hver þessi ófyrirséðu útgjöld eru, annað en verðlagshækkanir sem að öll félagasamtök, fjölskyldur, stofnanir, fyrirtæki og borgin sjálf hafa verið að glíma við undanfarin ár. Það er afar óljóst hverjar þessar húsnæðisumbætur eru sem fara á í og ég á mjög erfitt með að fallast á það í fljótu bragði að rekstur gistiskýlisins og kaffistofunar hafi verið eitthvað erfiðari nú upp á síðkastið heldur en áður, sér í lagi þegar að styrkir til þessara tveggja úrræða hafa hækkuðu í fyrra úr 47 milljónum samtals í 59. Samtals sem sagt 12 milljónir króna á einu ári eða 25%. Umsagnir sem að fylgja málinu frá fjármálaskrifstofu og velferðarsviði sýna svo að þær ástæður sem raktar eru í umsókninu eru eftiráskýringar. Í báðum umsóknum er ljóst að verið að bjarga samtökunum frá gjaldþroti eftir langvarandi skuldavanda. Svo einfalt er það. Velferðarsvið bendir á að verði hinn margvíslega þjónusta Samhjálpar ekki lengur til staðar, komi það í hlut Reykjavíkurborgar að fylla í það skarð sem skapast. Einhverju hluta vegna telur velferðarsvið ástæðu til þess að vara við því að mögulega geti þessi þjónusta ekki verið áfram til staðar án þess að það komi fram í umsókninni frá Samhjálp. Og í umsögn fjármálastjóra þar er reksturinn sagður verið í járnum og það sé sýnilegt að miklir erfiðleikar séu framundan. Fjármálastjóri gengur reyndar lengra en það og bendir á að þrátt fyrir endurfjármögnun og lánaleiðréttingar þá séu ný lán þess eðlis að endurgreiðslubyrðin geti þyngst mikið í framtíðinni og er gert ráð fyrir og þó gert sér ráð fyrir stundarfriði núna sé það ekki meira en svo. Það sem finnst athyglisverðast við minnisblaðið frá fjármálaskrifstofunni er þó það sem ekki stendur í því. Ég hef verið nokkurra ára skeið í borgarstjórn og ég veit það að fjármálaskrifstofan liggur ekki á liði sínu heldur hún þvert á móti afar fúst til að veita álit sitt á fjárútlátum og skuldbindingum borgarinnar. En í þessu minnisblaði er ekkert viðgeða styrknum sem að til stendur að samþykkja hér í dag. Það er ekkert það að 10 milljóna styrkur til samtakana geti mögulega gert horfurnar bjartari eða hjálpa þeim eða eitthvað þess háttar, ekki neitt. Það þykir mér einkar athyglisvert, svo ekki sem er að sagt.
Mér sýnist á öllu að hér sé verulega óskynsamlega ákvörðun að ræða. Að hér sé verið að reyna að bjarga samtökum frá gjaldþroti í bili en framtíðarhorfur þeirra sé engu að síður afar dökkar. Ég vona að ég hafi rangt fyrir mér, ég tel mest og ég vona að þessar 10 milljónir komi til með að bjarga þeim, en ég tel í alvörunni mestar líkur á því að þær fari bara inn í hítina, vandinn verði áfram til staða og mögulegum björgunarleiðangrum muni fjölga hér á komandi misserum. Það er ekki gott. En forseti, aðeins upphæðir. Hvað fengu mörg samtök eða félög 25% hækkun á fjárframlögum árið 2012? Hvaða rekstur borgarinnar fékk svo mikla aukningu í fjárhagsáætlun? Og ég að meina að ég vil fá svör við þessum spurningum. Samtök, félög og rekstur sem hafa verið rekin margra ára skeið og hafa engar áþreifanlegar nýjungar eða breytingar í gangi. Mér þætti vænt að fá svar annaðhvort strax hér á fundinum eða bara í borgarráði á fimmtudaginn það hversu margir hafa fengið 25% aukningu á fjárframlögum á síðasta ári. Svo myndi ég líka vilja vita hvað eru mörg fordæmi fyrir styrkjum sem þessum. Að samtök eða félög geti leitað til borgarinnar eftir styrk út af ýmsu, smá út af þessu og smá út af hinu, út af dottlu eins og sumir myndu segja hér inni, og hafi margar milljónir upp úr krafsinu. Hversu oft hafa samtök eða félög verið styrkt til viðbótar við rekstrarsamninga án þess að ný verkefni sé að ræða? Ég myndi mjög gjarnan vilja fá svör við þessu. Og að lokum spyr ég, og ætlast til þess að fá svör við því líka, hvað eru mörg fordæmi fyrir því að borgin bjargi samtökum eða félögum frá gjaldþroti? Hvenær hefur borgin samþykkt styrkbeiðni upp á milljónir til þess eins að tryggja áframhaldandi rekstur samtaka eða félaga? Upphæðir eru afstæðar og hvort okkur finnst 10 milljónir vera lítillega stór upphæð fer eftir aðstæðum og samanburði. 10 milljónir eru 11,5% af framlagi borgarinnar til samtakana á síðasta ári. 11,5% hækkun við 25% hækkun á síðasta ári. 10 milljónir eru tæp 2% af þeirri upphæð sem samtökin hafa fengið frá árinu 2006, en svo því sé til haga haldið þá hefur Samhjálp fengið ríflega hálfan milljarð á þessum 6 árum frá borginni. En 10 milljónir eru líka sama upphæð og styrkjapottur mannréttindaráðs í heild sinni. Og sú upphæð hefur ekki breyst frá því að mannréttindaskrifstofan var sett á laggirnar á fyrstu mánuðum ársins minnir mig 2007. 10 milljónir hefur það verið frá því 2007. 10 milljónir eiga duga fyrir nýsköpun og þróun á sviði mannréttindamála í öllum málaflokkum sem mannréttindaskrifstofan tekur á. Sama upphæð og nú á að verja til þess að bjarga rekstri Samhjálpar. En fyrst ég farin að tala mannréttindaráð, þá getum við rætt aðeins mannréttindi yfir höfuð. Við getum rætt það hversu heildstæð stefna okkar sem borgar þegar kemur að mannréttindum og það hvað það sem við setjum reglur, hverja við verndum, hverja við styðjum og hverja ekki. Og þá rétt að rifja aftur upp niðurlag umsagnar velferðarsviðs að verði hinn margvíslega þjónusta Samhjálpar ekki lengur til staðar, komi það í hlut borgarinnar að fylla það skarð sem myndist. Samhjálp eru réttilega almannaheillasamtök, en tengsl þeirra við Fíladelfíusöfnuðinn eru ótvíræð. Á heimasíðu Fíladelfíusöfnuðarins undir hlekknum stjórn og starfsfólk beinlínis listað upp starfsheiti, nafn og netfang forstöðumanns Samhjálpar sem eins af starfsmönnum kirkjunnar. Þar talað forstöðumann Fíladelfíusöfnuðarins, aðstoðarforstöðumann og svo forstöðumann Samhjálpar. Þetta eru æðstu starfsmenn allavega ef að lesa má út úr uppröðuninni hjá starfsfólki Fíladelfíusöfnuðarins að þá forstöðumaður Samhjálpar einn af hæst settu einstaklingunum innan Fíladelfíusöfnuðarins. Og mikið yrði ég lítið hissa þó að þetta nafn væri farið út af vefsíðunni fljótlega upp úr þessum fundi. Vegna þess að það hefur ekki lítið verið lagt upp úr því af hálfu þessara samtaka að reyna að aftengja sig Fíladelfíunni. Og þeim takist ekkert sérstaklega vel upp. Það ekkert sérstaklega langt síðan við tókumst á síðast hér í þessum sal rekstur gistiskýlisins og samning við Samhjálp vegna þess. Þá héldu fulltrúar meirihlutans því fram að þarna væri ekki beinar tengingar að ræða. Það sama hefur Samhjálp gert í gegnum tíðina. Þetta væri bara gott fólk sem vildi vel og það virtist duga.
Sama fólkið og setti hér reglur mikilvægi þess að vernda börn fyrir trúboði í grunnskólum borgarinnar var ekki einu sinni tilbúið til þess að horfast í augu við það að veikustu skjólstæðingar velferðarsviðs væru í beinni umsjá söfnuðar sem hefur bæði miklu sterkari skoðanir og miklu ríkari áherslur á trúboð heldur en þjóðkirkjan nokkuð tíman og það án þess að önnur úrræði séu í boði. Gistiskýlið það eina sem að fólk getur leitað í, eða sem að karlmenn geta leitað í þegar að svo ber undir. Þegar við tókumst á þetta síðast, þá lagði ég til að sams konar reglur velferðarþjónustu yrðu settar og settar voru skólastarf á sínum tíma en því var fálega tekið. Það alveg ljóst og ég ætla ekkert að draga úr því að Samhjálp rekur mjög mikilvægt úrræði. Gistiskýlið hefur bjargað mörgum frá því hreinlega að verða úti og þar hafa menn fengið skjól og vernd. Það alveg rétt. Auðvitað, en það eru engin önnur úrræði í boði. Það ekkert annað að leita. Gistiskýlið neyðarúrræði, þangað leita menn sem hafa ekki önnur hús að vernda og þeir hafa ekkert val. Það Fíladelfíusöfnuðurinn eða ekkert. Mér finnst það í alvörunni fullkomlega óskiljanlegt að meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar sem hefur í alvörunni sýnt metnað þegar kemur að því að sporna gegn trúboði og áhrifum kirkjunnar og annarra trúfélaga, að hann skuli ekki vera löngu búinn að kippa þessi liðin. Við erum að tala grunnþjónustu, slíka grunnþjónustu að auðvitað á hún að vera rekin af hálfu hins opinbera og það á fólk að geta notið verndar gegn trúboði eða öðrum skoðunum sem að fólk kann að vilja koma inn hjá fólki í veikri stöðu. En forseti, ég mun sem sagt greiða atkvæði gegn 10 milljóna króna viðbótarstyrk til Samhjálpar af styrkjalið borgarráðs og til mig hafa rökstudda ágætlega. Ég gæti líka farið yfir það hvernig á að úthluta styrkjum samkvæmt styrkjahandbók sem samþykkt var bara fyrir stuttu síðan og ég efast að þessi styrkveiting sé í samræmi við það, en þá getum við svo sem skoðað aðrar styrkveitingar. Það alveg ljóst að við þurfum að fara yfir það hvernig þessi styrkjahandbók notuð og hvernig við erum að fara eftir þeim reglum sem þar eru settar, en þetta allavega nokkuð ljóst að þetta ekki að uppfylla þau skilyrði sem þar eru sett. Ég tel það sem sagt ekki vera hlutverk borgarinnar að bjarga samtökum eða félögum út í bæ frá gjaldþroti og enn verra finnst mér þegar hin raunverulega ástæða dulbúin í styrkumsókn og fjallað almennt sitt lítið af hverju sem kostar peninga í stað þess að segja þá bara einlæglega frá því að neyðaróp sé að ræða. Og þetta gildir sama hvaða samtök ræðir. Við bætist svo að hér samtök að ræða sem að hafa fengið meiri hækkanir í framlögum en ég hef séð á undanförnum árum og sú sannfæring mín að þessi samtök eigi að reka grunnþjónustu borgarinnar yfir höfuð bætir ekki úr. Nær væri að borgin tæki yfir hennan rekstur eða minnstakosti hluta hans að minnstakosti gistiskýlið til þess að létta undir með þessum samtökum og ég sannfærð að borgin gæti sjálf veitt bæði betri þjónustu og alls ekki óhagkvæmari. Ég mun því greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kveð mér hljóðs hér til þess aðeins að rekja þá styrkveitingu sem að borgarráð samþykkti til Samhjálpar upp á 10 milljónir mótatkvæði og þess vegna kemur málið til kasta borgarstjórnar. Það rétt að styrkveitingin til Samhjálpar og tengingin við Fíladelfíu, því hér var vikið að því, augljós. Það var Hvítasunnu-kirkja Fíladelfíu sem að stofnaði Samhjálp á sínum tíma, 1973. Samhjálp starfar hins vegar sjálfstætt þó hún sé á vegum kirkjunnar og ég held að þessi tenging hafi aldrei verið neitt launungamál. En sjálfstæðið mikilvægt vegna þess að við erum meðal annars með þjónustusamning við Samhjálp gistiskýlið og það auðvitað all sérhæfð þjónusta eins og kemur fram í þeirri kröfulýsingu sem að borgin hefur skilgreint vegna hennar. Hins vegar Samhjálp að vinna á fleiri sviðum og styrkir borgarinnar eða stuðningur við Samhjálp kemur annars vegar vegna þjónustu sem að Samhjálp rekur
að segja má að eigin frumkvæði en á svona sögulegum grunni og stærst eða umfangsmest líklega kaffistofan. Kaffistofa Samhjálpar afgreiðir eða þjónar gríðarlega stórum hópi fólks á hverjum degi og það sérstakur þjónustusamningur milli borgarinnar við Samhjálp út af henni. Það líka rekstrarsamningur vegna stuðningsheimilis eða áfangaheimilis og það var rekstrarsamningur úrræði vegna fyrrum heimilislausra á Miklubraut sem að borgin raunar hóf rekstur á í fyrra 2012 og síðan það gistiskýlið en það sérstakur þjónustusamningur og síðan áfangaheimili Sporið. Þannig að eins og þessi upptalning ber með sér að þá þetta býsna víða og það alveg rétt að þessir heildarstyrkir sem voru 73 milljónir 2008 hækkuðu örlítið eftir hrun í 86 milljónir, síðan 95 milljónir, 97 milljónir tæpar 2011 og lækkuðu síðan aftur í 87 milljónir 2012. Stóra ástæða þess að borgin tók yfir reksturinn á Miklubraut og má segja að á móti hafi komið hækkun vegna kaffistofunnar. Hvers vegna var það nú? Það vegna þess að borgin horfðist í augu við það að á kaffistofu Samhjálpar geysilega stór hópur fólks sem fær heitan mat og raunar líka morgunmat og kaffi og því fór algjörlega fjarri og fer raunar enn að borgin greiði nálægt einhverjum heildarkostnaði við þetta og mun raunar ekki heldur gera þrátt fyrir þennan aukna styrk. Það heldur ekkert leyndarmál og það þarf ekki að tala það eins og það sé viðkvæmt. Ég held að allir aðilar máls viðurkenni það að Samhjálp og rekstur þessi hefur verið í járnum. Hefur verið í járnum en þessi samtök og félagskapur hafi í raun tekið á sig töluvert stóran hluta af þeim aukna þunga sem að samtökin hafa í raun innt af hendi eftir hrun, til dæmis á kaffistofunni. Og borgin í raun með því að veita þennan styrk að koma til móts við Samhjálp í mjög þröngri stöðu. Ég ekkert að segja, ég treysti mér ekki til að fullyrða það hér að þetta væri ekki, þá myndi Samhjálp fara í þrot, enda hef ég engar forsendur til þess. Því að það má þvert á móti sjá af þeim gögnum sem að borgarráðsfulltrúi Vinstri grænna kallaði eftir, þar sé ársreikningu félagsins aftur í tímann, að það hefur verið unnið ötullega í samningum við helstu skuldu eða lánadrottna Samhjálpar að minnka skuldir og gera þetta viðráðanlegra. En eins og umsókn fjármálaskrifstofu ber með sér að þá þó ljóst að fjárhagurinn verður áfram í járnum og enda kannski ekki neitt gróðabrall að ræða. Hér að ræða starfsemi og mikið sjálfboðaliða starf að stórum hluta sem miðar að því að þjónusta fólk í mjög erfiðri stöðu. Stundum einstaklingar sem eru þannig staddir í lífi sínu að hið opinbera stuðningskerfi sem auðvitað gríðarlega mikilvægt hefur ekki náð utan það til fulls. Og ég held að við leið og mér finnst alveg sjálfsagt að ræða allar styrkveitingar og alltaf opnum huga og gagnrýnum huga, mikil ósköp, að þá finnst mér ekki vera hægt að fara í þessa umræðu án þess að undirstrika það mikilvæga starf og hlutverk sem að samtök eins og Samhjálp gegna og auðvitað þá þjónustu sem að Samhjálp veitir í borginni. Þetta kemur raunar mjög vel fram í umsögn velferðarsviðs og nú það þannig að borgin og það samkvæmt styrkjareglunum getur fallist á eða hafna styrkveitingum og þarf ekki að rökstyðja það sérstaklega. En af því að það alveg rétt að þessi styrkur óvenju hár að það var kallað bæði eftir umsögn fjármálaskrifstofu og velferðarsviðs. Í umsögn velferðarsviðs segir með leyfi forseta:
Samhjálp hefur verið virt í aðstoð og stuðningi við íbúa í Reykjavík í 4 áratugi og hefur lagt áherslu á að aðstoða fólk vegna fátæktar, félagslegs vanda, vímuefnavanda eða annarra sjúkdóma. Starfið er fjölbreytt og í áranna rás hefur fjöldi fólks fengið stuðning frá Samhjálp til bættra lífsgæða. Sem stendur rekur Samhjálp 3 áfangaheimili, meðferðarheimilið, hlaðgerðarkot, kaffistofuna sem er opin alla daga ársins, félagsstarf, göngudeild með ráðgjafarþjónustu og fleira. Í samvinnu við velferðarsvið hefur Samhjálp á undanförnum árum rekið meðal annars gistiskýlið, Miklubraut 20 og Miklubraut 18. Er það reynsla velferðarsviðs að samstarf við Samhjálp vegna þessara úrræða hefur verið gott og samtökin hafa reynst reiðubúin til úrbóta hafi þeirra verið þörf. Í úttekt sem gerð var á gistiskýlinu árið 2010 kom meðal annars fram að starfsemi gistiskýlisins markaðist ekki af því að vera rekin af trúarlegum samtökum. Í ljósi þess að Samhjálp á almannaheillasamtök sem eiga sér langa sögu innan 3. geirans á Íslandi í stuðningi við fólk í erfiðum aðstæðum, þess að samtökin veita umfangsmikla og brýna þjónustu við marga íbúa Reykjavíkur og nauðsyn þess að þeir sem þurfa slíkri þjónustu að halda hafi valkost hvert er leita, enda einstaklingsbundið hvað gagnast hverjum, veitir velferðarsvið jákvæða umsögn styrkbeiðni Samhjálpar. Bendir velferðarsvið jafnframt á að margvíslega þjónusta Samhjálpar Samhjálpar ekki lengur til staðar, kemur það í hlut Reykjavíkurborgar að fylla í það skarð sem til verður. Ég legg því til að styrkumsóknin sé samþykkt. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúinn heyrði ekki það sem ég sagði eða hvað, en ég var einmitt að undirstrika það mikilvæga hlutverk sem að Samhjálp gegnir. Ég fór yfir það að Samhjálp hefur virkilega skipt máli fyrir fólk, en það er ekki vegna þess að fólk hafi endilega sóst eftir því að fá þjónustu hjá Samhjálp, heldur vegna þess að fólk hefur ekki val. Einmitt ekki valið sem að kemur fram í umsögn velferðarskrifstofu að sé svo mikilvægt. Það er ekki val það hvert þú ferð ef að þú þarft á húsaskjóli að halda yfir nóttina, það er ekki val það, heldur ferðu til Samhjálpar. Ég skil ekki hvers vegna meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar leggur svona ríka áherslu á það að Samhjálp veiti þessa þjónustu. Þá er ég ekki að tala kaffistofuna, ég er ekki að tala allt hitt sem að Samhjálp gerir og við erum með yfirlit yfir hérna í gögnunum. Heldur er ég að tala gistiskýlið sem er sannkallað neyðarskýli, sannkölluð grunnþjónusta, þar sem að fólk í afar veikri stöðu á að geta fengið þjónustu sem er algjörlega óháð öllu trúboði og kirkjustarfsemi eða öðrum skoðunum sem að fólk kann að vilja tróða inn á aðra. Hvað er að því að borgin reki gistiskýlið? Af hverju er meirihlutanum svona mikið í mun að Samhjálp haldi áfram rekstri þess? Það er það sem ég vil fá að vita. Og þess utan hefði ég viljað fá svör við þessum spurningum, ég var nú að vonast til þess, en ég mun þá bara óska eftir þeim í borgarráði á 50. Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og borgarfulltrúinn veit, þá er það ekkert sérstakt kappsmál þessa meirihluta að einhver tiltekinn aðili reki einhverja tiltekna þjónustu eins og hér var spurt eftir. Þvert á móti hefur þessi meirihluti auglýst í slíku tilvikum þegar þjónustusamningar er að ræða eftir rekstraraðilum og þeir bjóða í. Þeir sem uppfylla fagkröfur koma þá til álita. Ég sagði það í minni ræðu að ég vildi ekki setja þetta í einhvern flokk með aðgerðum þar sem verið að bjarga frjálsum félagasamtökum frá þroti. En það var svona uppleggið í spurningu borgarfulltrúans. En það eru vissulega dæmi þess að frjáls félagasamtök eða samtök sem að standa í rekstri sem er mikilvæg þjónusta í borginni hafi kallað á íhlutun eða við getum kallað stuðning borgarinnar. Til að mynda eru mörg dæmi þess að íþróttafélög sem hafi átt húsnæði hafi selt þau í borginni og svona var engin annar kaupandi að hluta eða jafnvel í heild og nokkur dæmi frá fyrri árum þarum. Á þessu kjörtímabili að þá keypti Reykjavíkurborg húsnæði í Ísaksskóla sem er einkarekinn skóli eða sjálfstætt rekinn
með kaup eða endur kauprétti Ísaksskóla á skólahúsnæðinu 5 árum síðar, ef ég man þetta rétt. En ég ekki endilega líkið þessu saman. Ég bara að segja að þó kallast þetta þannig á að í öllum þessum 3 tilvikum, þar að segja þegar að ræða íþróttafélög, þegar að ræða sjálfstætt rekna skóla og þessa velferðarþjónustu, að ræða þjónustu sem að borgin yrði að veita, væntanlega á eigin forsendum og eigin kostnað ef að þeirra þjónustu nyti ekki. Nú borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið fyrir það að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, ég held að sé rétt að ég leggi bara þessar spurningar skriflega fram og fái við skrifleg svör vegna þess að ég var ekki að biðja samanburð á einhverjum kaupum sem að borgin hefur farið í og fengið þá eitthvað á móti. Heldur var ég að biðja yfirlit yfir þá styrki sem veittir hafa verið án þess að einhverjar nýjungar eða breytingar á þjónustu væri að ræða. Ég man ekki eftir slíkum dæmum. Hitt og ég vil fá svar við því, ég veit vel að borgin bauð út rekstur gistiskýlsins, en af hverju var hann boðinn út? Af hverju sér ekki borgin að reka þetta eins og hún rekur grunnskóla og leikskóla og aðra þá grunnþjónustu sem okkur finnst vera það mikilvæg að það eigi að vera í algjörlega öruggum rekstri og á hendi almennings? Af hverju rekur ekki borgin gistiskýli? Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ágætis spurning og við höfum tekið þetta í mats hverju sinni. Til dæmis var það metið þannig að borgin ætti að taka við rekstri heimilisins við Miklubraut og það var gert. Það hefur verið að vísu leitt til aukins kostnaðar en væntanlega þjónustan þá meiri. Og ég held að á hverjum tíma þá hljóti það að geta komið til skoðunar í hvað af þessum rekstri borgin og hvað hún býður út. Þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Forseti leggur til að við tökum stutt hlé til þess að fá okkur að borða, cirka 20 mínútur.